Jæja Ívar, þið mætið hérna í höfuðborgina og farið norður með stíginn 3. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara ótrúlega sæt. Það fer okkur mjög vel að spila hérna í Laugardalnum. Síðast vorum við hérna yfir göngustíginn og þá sóttum við dollu. Núna komum við hérna yfir göngustíginn og sækjum 3 punkta. Þannig að okkur líður mjög vel í Laugardalnum. Og hvernig fannst þér varnarleikurinn vera í dag? Hann var bara rosalega vel drillaður. Mjög vel settur upp leikur hjá þjálfarateyminu og við vissum nákvæmlega hvernig við vildum hafa á, hvaða leikmenn við vildum hafa á boltanum, hvert við vildum ýta þeim, hvert við vildum þrýsta þeim og það gekk einhvern veginn allt upp í dag. Varnarleikurinn, varnarlínan í heild sinni og miðjumennirnir framan, bara allt liðið var að verja markið bara til að, eins og lífið lagi undir því að það vissi allir í hvernig stöðu við erum í og hún er grjótalvarleg og við þurfum að gera svo vel og gera okkur í brók og sækja punta því að ef við ætlum að vera áfram í þessu deild þá þurfum við að sýna meiri svona spilamennsku. Og með sem segir hérna, þá farið þið tímabundið úr fallsætinu og nú á morgun þurfum við að halda með Stjörnunni því þá verður þið ennþá ekki í fallsætinu. Þannig að ætlarðu að horfa á leikinn á morgun? Já, það er mjög skrítið að fara að halda með einhverju liði eða eitthvað, einu sem maður þarf að gera er að líta inn á við og ef við spilum svona ægaðan bolta eins og við gerum í dag þá þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af framhaldinu. Og nú ætla spilaðu þú ekki síðasta leik en það samt heiminn að hafa milli varnarleiksins í dag og á móti Val. Já, ég meina það þýðir ekki endilega þess að ég eða eitthvað annað, ég meina mér finnst menn bara töluvert fókusar í dag. Það geta alltaf einhverjir leikmenn átt off dag, mér fannst bara mjög margir off dag á móti Val sem að gerist bara í fótbolta og það er ekkert að fara að svekkja svo því eins og sáum á spilamennskunni í dag þá voru menn ekkert, það var engin þungur eða eitthvað inn í sér út af því að við vorum ömurlegir í síðasta leik. Bara andstæðan við það, við vorum bara með kassan úti, við sýndum að við höfum gjörsamlega heim í þessari deild. Þetta er best spilandi lið í boltanum og það eru mismunandi fótbolta, mismunandi leið til að ná í 3 stig og við ákváðum að fara þessa leið og það gekk upp í þetta skipti. Það þýðir ekkert að tala í kringum hlutina því að við þurfum bara að fara að sækja ykkur almennilega stig því að við viljum vera í þessari deild áfram. Nú hefur sérstaklega markaskorun verið hausverku hjá okkur í sumar. Hvernig er það þegar Grímsey er að þrefalda markaskorunina sína bara einum degi? Fer úr einu marki, kemur hérna, fer norður með 3 mörk. Já, það er bara rosalega mikilvægt. Grímsey hefur komið sér í mjög ákjósanlega stöður sem að vera í sumrinu og við vitum allir að hann á inni heilan helling og það vita allir í hvaða gæðum býr í drengnum þannig að það var bara tímaspursmál hvernig hann var að skora Það er bara til að hafa mikið með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið.